velkomin á Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi síðsumars. Hann situr hérna hjá mér Sigurjón Magnús og við ætlum að svona kynna efni sem í þættinum í kvöld, en þetta ekki rétt að byrja á fréttaksins sem hækkun á stýrivöxtum? Jó, sko, fólk slegið sem átt aldrei von á þessu, sko. Já, ég var að labba út á stoppistöð á Hverfisgötunni. Þá kom maður á móti mér og sagði hérna: Gunnar, til hamingju með stýrivaxtahækkunina. Já, og hvað tilefni óskanum til hamingju? Ég held að það hljómaði svo Tala sér þetta uppgjöf hérna venjulegs manns á Íslandi. Já. Það var Þetta svo kaldhæðni. Já. Já, svona, gera svona grín tala sér þjörðin get, kannski. Já. Já, þetta hérna, þetta alveg ótrúlega óþægilegt og leiðinlegt, og svo þegar ber þetta sama við vexti í öðrum löndum og svona, þá ég heldur þetta ekki vatn á myllu í ásina. Ég held að segja hvort tvekja. Þetta já, þeir sem að reka þá baráttu, að það hefur alltaf verið meiri stuðningur við Evrópusambandið því verð sem gengur á Íslandi. Því hærri sem vextirnir eru og því hærri sem verðbólgan þegar fólk finnur fyrir hérna álagi krónunar í húsnæðiskostnaðinum, þá hefur alltaf aukist. Það var alltaf engin stemming fyrir að fara í Evrópusambandið þegar vextir voru lágir hér. Nei. Þannig að það virkar þannig, og ég held að ein ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin valdi þennan tímapunkt var að þau höfðu trú á því að ástand yrði þannig, vextir verið háir. Hins vegar það til þess að þú segir já, að þá þarftu að treysta þessari ríkisstjórn fyrir að leiða samningaviðræður við Evrópusambandið. Já. Og þessi vaxtahækkun náttúrulega köld tuska framan í ríkisstjórnina. Hún bara ekki að ráða við efnahagsmálin. Nei. Þannig að ég held að þetta sé mjög tvíbent, sko. Já. En þá það hérna, jáarnir hérna megin og neyjarnir hérna megin túlkuð að sér í vil. Svo eitthvað svæði þarna á milli, og þá það spurning hvernig það fer í fólk. Já, það bara sú sneið svo þunn, sko. Það svo margir búin að taka á, gefa sig upp í skoðanakonunum. Já, en ef þú verður spurður hvort það segja já eða nei, þú þarft að hafa svona frekar veikt já og veikt nei til þess að fara að segja, hérna, þú sættir við að segja með veiku nei eða veiku jái, ekki svona afgerandi. Því að það svona, þegar valkostinir eru bara já eða nei, þá það, ég held að segja, þú þarft eiginlega að vera alveg stumm til þess að segja, ég veit það ekki. Já. Af því þetta ókeypis að svara, sko. Og hérna getur alveg skipt skoðun daginn eftir. Já, en samt þetta svo óvenju mikil, sko, þáttaka í skoðanakonunum. Óvenjust hátt, það ekki, svalhundra? Nei, held ég, svona 40% svara. Það hefur ekki verið gerð neins svona, eins og ég myndi telja að vera raunveruleg könnun, þar sem þú reynir að ná í úrtakið, sko. Þetta meira að minna svona póstlistum, sendt út, svo þegar það komin hérna yfir 1200 svör eða eitthvað, þá þetta bara orðin könnun. Já. Þannig að inn í þess að í þetta þá spilar það inn að þeir sem hafa meiri hvata til að segja já eða nei, að þeir taka frekar þátt. Já. Eins og til dæmis þeir sem eru harðir, já eða nei megin, en þeir sem eru svona, ég veit ekki alveg, það líka möguleiki að þú bara svarar ekki. En svo annað þessu líka náttúrulega, það hvað verður kjarasamningana, sko. Það kannski, sko, stóra mál svona næstu vikna. Já. Það náttúrulega og bara byrjar sennilega í þessari viku, en það nú verður stóra máli núna, því að ef þetta verður til þess að byrja semja upp á nýtt bara kannski frá grunni, þá það alveg skelfileg staða. Það hefur náttúrulega verið ljóst að samningamarkmiðin væru fallin. Já. Og það oft gerst áður. Það aldrei leitt til þess að samningar verða lausir. Nei. Það sem gerist alltaf að fyrst og fremst ríkið kemur með eitthvað og hérna bætir launafólki þetta upp með einhverjum hætti. Manstu þegar sátu hérna Halla og Bjarni Ben með okkur? Já. Að þá var Bjarni ekki áherslu á að sko kaupmáttur hefði almennt haldist vel. Já. En hins vegar væru hópar sem þyrfti að skoða. Og það þá verið að tala að setja að opna fyrir að gera eitthvað sérstaklega fyrir leigjendur eða einstæða foreldri eða barnafjölskyldur eða eitthvað slíkt.
Og þannig að mér finnst það, ég held að verkalýðshreyfingin, SA og ríkið vilja öll halda samningunum, ekki? En ekki sama hvað. Nei, það var samið eitthvað sem að menn setja sig við. Það var ekki Sonja Ýr hérna hjá okkur á sunnudaginn, var hún formað BSRB, hún svona, það ekki? Að samningar eru lausir? Já, það kostar að halda þeim. Já, það er það sem ríkið verður að gera. Og þau eru með metnað að hafa hallalaus fjárlög. Það er ýmislegt sem hægt að gera sem er ókeypis fyrir ríkið, sem að Sólveig Anna hefur verið að benda á. Eins og leigubrensla kostar ekki neitt. Að auka viðurlög við brotum og samningum, launaþjófnaði. Það kostar ekki neitt fyrir ríkið. Það er ýmislegt sem að kostar ekki neitt fyrir ríkið, sko. Sem að kannski allavega Efling myndi setja sig við. Það getur verið að önnur verkalýðsfélög leggja ekki í sömu áherslu. En það er sama hvað Smári, þá er það svakalegt ástand. Við erum konir sko með þetta upp í 8% sem er mikið meira heldur í nágrannlöndunum og Evrulöndunum. Þannig að það er bara mjög fornlegt að sjá hvernig umræðunar þetta breyta sig þetta. Já, ég veit ekki hvað það við getum svona séða eitthvað neginn. Það er svo heila fáar kannanir sem er í gangi, sko. Já. Þannig að ég veit ekki hvað við sjáum sko breytinguna. Já, það er sko þó allir hafi, eða megin hluti fólks og allra, hafi áttu von á því að stýrivextir eru hækkaðir. Svo kemur það. Og 0,5% ekki. Nei, 0,25. 0,25. Já. Upp í 8. Já, upp í 8. Og þá er þetta svona stærðin, hún liggur á borðinu og hún fer bara illa í megin þorra þjóðarinnar. Já. En þá var túlkurinn eftir. Já, en það... Er þetta vegna þess að ríkisstjórnin bara nær ekki tökum á efnahagsmálum? Já. Það segir hluta nei-fólkinu, það segir til dæmis sjálfstæðismenn. Já, þeir voru ekki betur, þeir eru búin að standa í þessu sömu sporum. Sko. Ég nefndi eins og Bjarna og minnst fleiri hafa verið með hans söguskýringu að verðbólgan var á niðurleið og svo þegar ríkisstjórn Kristrúnar tekur við þá er hún bara hættir að fara niður og er bara búin að liggja þarna í 5% síðan. Já. Þannig að við vorum búin að ná tökum á verðbólgan, segir hann. Ég veit ekki hvort þetta sé heiðarlegt alveg því að það er náttúrulega verið hækkun að utan fyrst og fremst sem hefur kert þetta áfram. Mikið rétt. Já. Og svo svona verðbólguvæntingar að flýtur allt út í verðlagið. Bara ef fyrirtækjunum grunar að verði áfram verðbólga þá hækka allir. Og það er bara allir að hækka. Mesta svífurinn sem ég séð í hækkunum var að meiri hluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Viðreisnar var að hækka matinn hjá gamla fólkinu niður á Vitatorgi 70%. Alveg svakalegt bara. Hvernig dettur þetta í hug? Þau telja þetta í að borga sig, sko. Það sé ekki, þau var lokað eldhúsinu þarna út af sýkingu sem kom upp. Og núna er maturinn keyptur út í bæ og þau var bara að reikna að það kostar svona mikið að fá matinn og það verður að vera raunvirði í þessu og við verðum bara að hækka þetta. Af því að það er ekki hlutverk ríkisins að borgarinnar að greiða niður mat, eitthvað svoleiðis. Þetta er meira og minna svona svokallar markaðsfólk sem að trúir því að bara ef við sleppum markaðanlausum, bara öllum hundum markaðarinslausum að þá færðu gott samfélag. Já, en svo er líka gáðum að því að þeir segja að endurgera þetta eldur svona, kosti 500 miljónir. 500 miljónir. Það er bara eins og sko dýrasta einbýlishús á Íslandi, sko. 500 miljónir. Hvernig trúir þessari þvælu? Seðlabankinn lagaði sitt mötuneyti. Það var eitthvað aðeins meira, ég farði ekki upp í 4 milljarða eitthvað. Jó, það var eitthvað meira mötuneyti, ekki? Það var fyrst og fremst tilefni til þess að fara í breytingarnar. En Seðlabankinn, hann getur prenta peninga, hann á peningum. Og fullt af gulli. En þetta og líka, svo var eitthvað að segja að með því að kaupa matinn út í bæ, þá var það skilvirkara. Hvernig getur það verið skilvirkara að elda matinn í Keflavík og keyra til Reykjavíkur?
Svo var það hagkvæmara, það bara gengur ekki nema að það sé bara gengið á gæði matur. Þegar þú sest niður viltu að maturinn sé eldað bara í næsta herbyggi. Þú vilt ekki fara að borða eitthvað upphitaðan mat sem var eldaður í einhverju verksmiðju eldhúsi á Selfossi. Skrollt í einhverjum dísiltrukk. En það það trúir ekki nokkuð. Þetta var vinsælt að borða þannig á Vitatorgi. Ég þekki fólk sem hefur borðað þar. Við höfum borðað það. Já, bara almennt vel látið. Já. Ég tvís að borða það. Svo þetta félagskapur líka, það eru margir sem búa einir, sérstaklega þeir eru gamlir og þannig koma líka öryrkjar og svona. Þannig að það betra að borða matinn í félagskap við aðra heldur en að borða 1944 eftir einn heima. Já. En ég ætlaði að mótmæla harðlega að kosti 500 milljónir að laga eldhús í þannig. Þú til að gera það fyrir minna. Þú til að gera það fyrir minna. Já, það bara segir sér sjálft bara. Það getur ekki kostað meira en 400 fermetra einbýlishús. Það bara, með 3 baðherbergjum og 2 eldhúsum og öllu. Það trúir sér ekki nokkuð maður. Hver fann upp á þessar tölu? 500 milljónir. Þannig finnst manni suma tölur vera svo háar. Það bara á að leggja eitthvað spotta Arnarnesveginn eða eitthvað. Svo koma fréttir það 4 milljarðar eitthvað. Ég veit ekki hvað það kostað þarna þessar vegabreitingar sem verið fram að kínversku sendiráði. Það sem að allt var lokað í 2 ár eitthvað neginn, allt grafið svona. Ábyggilega kostað marga milljarðar. Og þetta sem hefur verið að gera við Hlemm núna, það hefur verið að grafa það allt saman upp. Kostar ábyggilega fleiri milljarðar. Það er allir á spenanum í Íslandi, þannig að það verður fljótt allt svo rándýrt. Það reyfir sig ekki svona fyrir minni milljarð. Nema eldhúsi fyrir halva milljarð. En heldur þú að verði sveifla yfir í jáið út af þessu? Nei, ég veit ekki því. Ég segi bara svona, að þetta svona sýni svona veikastöðu krónunar sem getur, það sem ég var að pæla. Ég held að þetta sýnir náttúrulega það ef að fólk vil hafa krónu, þá verða vextir háir og þá verður verðtrygging. Og þeir sem ekki eiga og þurfa að skulda til að eignast, að þeir munu þurfa að skulda með verðtryggðri krónu, sem að síðast var það nú Guðni T.A. sem var að segja að það djöfulegt að skulda krónu, en það frábært að eiga hana út af þessari verðtryggðu krónu. Og þannig það bara, ef þú vilt, það fylgir því að vera með krónuna. Og þá segja menn, þá þetta bara gjaldið sem við borgum til þess að, ég veit ekki, hafa fullveldi og þetta er gott samfélag hérna sem við höfum, svona heilt yfir, segja menn, ég veit ekki. Gylfi Arngrímsson hérna fyrir forseti Alþýðusambandsins. Hann var stundum svolítið skemmtilegu með hvernig hann lýsti krónuskattin, hvað hann taldi inn í hann Ég hef búin að reyna að fá hann til að koma, það algjörlega umrætt. Hann bara, eftir þetta að hann hætti sem forseti ASÍ, þá var hann bara að dreigja sér fullkomlega í hlé frá samfélagsumræðinni. Hann náði því í gegn í ASÍ, að það var á stefnu ASÍ að ganga í Evrópusambandið. Þegar hann fór, þá fjaraði það bara út, það var eins og hann hefði bara náði með einhverjum svona fóru margir hans fylgjendum líka út úr síðan hefur ASÍ skilar auðu. Svo eru fyrst og fremst Sólveig Anna og Vilhjálmur Birgisson sem er á nei-vagninum. Það er nú einhverju sem hafa skrifað, ég held hún Halldóra þarna á Bárunni á Selfossi. Hún hefði verið jáari. En annars, þeir sem eru kannski svona jámegin í lífunni í verkefnishreyfingunni líta svo á að þeir ekki að segja hvað þau ætla að gera. Eins og Halla var hérna, ég veit ekki hvort hún segi já eða nei, ég veit ekki. Sonja sagði ég ætla að kjósa já, en það var ekki þannig eins og hún var að gera það sem forseti ASÍ. Hún eiginlega fór úr þeim ham til þess að geta sagt það. BSRB fyrir ekki. Það fór úr þeim ham til þess að segja það. Þannig að það eru frekar, neyjararnir eru ákafari. Gefa sig upp. En þetta held ég sé veikleiki fyrir jáið er að það ég meina ASÍ ekki á vagninum og verkalýðshreyfingin ekki á vagninum. 2009 var ASÍ á vagninum. Það var samtök iðnaðarins voru á vagninum. En nú enginn. Það eiginlega ekki hægt að benda á neitt svona. Þessum hagsmunahópum. Það er enginn að biðja þetta Þannig ég held að það sé stóri veikleikin hjá
Því það þú getur farið til Noregs og þá sérðu þess hægri flokkur þar eru þó svo að þetta sé ekki á dagskrá og þar eru svona atvinnureikendur alveg frásilúðra, alveg viljið fram allt annað. Svona stofnanir í samfélaginu sem eru fylgjandi í Evrópusambandinu. En það bara ekki hér. Nei. Ég held nú samt að eins og stöðu sem að Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ í, að mér finnst bara eiginlega ábyrgt á hann að vera ekkert að gefa upp hvað hann ætlar að gera. Því í þeim samtöku sem hann er forseti í að þar eru skipta skoðanir og hann bara heldur sinni persónulegu skoðun bara til hlés. Ég held að það sé bara svona bara upp á friðinn og bara hann hefur ekki umboð til þess að segja hvað hann ætlar að gera. Nei, mér finnst það bara ekki aðstöð til þess að hvernig ég finnst það og mér finnst það bara þá bara tækla það mál bara ágætlega vel. Já. En það svona smári. Þetta eru ekki góðar dagsfréttir. Nei, þetta ég held líka að það sem að fólk horfir á þetta það er verið að hækka vextina af því að verðbólgan er ekki á leiðinni niður þrátt fyrir að vextir hafi verið hækkaðir. Þetta er svona catch-22 eins og sagt. En ég hækkaði vexti til þess að ná verðbólgan niður og hún fór ekki niður þess vegna ætla að hækka vexti. Til að ná henni niður. Það vita allir að hún fer ekki niður á þessu. Það getur vel verið að það bara kafni byggingaframkvæmdir. En það muni þá líklega leiða kannski ekki alveg strax til hækkun á íbúðaverði en til lengri tíma þegar slakinn kemur aftur þegar vexti fara niður að þá mun verð á húsnæði rjúka upp út af skortinum. Þeir sem að eiga núna hálfbyggðar eða nýbyggðar íbúður get ekki selt þær og bankinn þrýstir á þá og þetta allt í vesinni skuldbreytingar og allt þetta svo kemur að því að markaðurinn svona opnast aðeins, fólk treystir sig til að fara að kaupa. Þá er verðið í hverja íbúð orðið bara mikið herra heldur en annars orðið Svona er þetta. Ég átta mig samt að segja ekki á því af hverju Seðlabankinn er með þessa stefnu heldur en áfram. Nei, með bara fullt reynd En þeir hafa ekkert svona mikið tekið þátt í umræðinu evru, Seðlabankinn. Nei. Ég er að gera það. Ég veit ekki, ég var eitthvað með þetta skemmtilegt að tala við Hilmar Þór Hilmarsson í gær sem hagfræðingur. Og ég spurði hann Hilmar, hvernig stendur á því að þú ert með þá skoðun, hann er mjög skeptískur á Evrópusambandið og evruna. Af hverju þú með þessa skoðun að því ég geti labbað upp í háskóla og tekið Gylfana, Sóeka og Magnússon og Þorsteinn Gylfason og Þorvald Gylfason fyrir ekki og Þórólf Matthíasson. Ég held að sé allt saman Evrópu. Ég veist það. Gylfi hefur í Sóeka sagði það bara fyrir 1,5 ári þá var það út frá svona öryggissjónarmiðum að alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka og það yrði svona tollastríð á milli eininga og við erum bara að velja okkur lið og Evrópa væri skásta liðið. Það var ekki beint svona hagfræðileg rök fyrir þetta svo fyrir eitthvað svona öryggissjónarmið. Og ég spurði Hilmar hvernig stendur það því að þú ert með aðra skoðanir. Og þá sagði hann að ég get nefnt hagfræðinga sem eru sammála mér. Það er til dæmis Stiglitz sem fyrir Nóbelsverðlaunin í hagfræði. Hann hefur ekki trú á evrunni og ráðlaði Íslendingum að fara ekki inn í Evrópusambandið. Og hann nefndi líka Krugman. Hann er telur að evran sé ástæðan fyrir því að Evrópa stendur sig illa í efnahagsmálum. Og það sé algjört glapræði fyrir ríki að taka upp gjaldmiðil sem að sveiflast eftir öðrum efnahagslögmálum heldur eru inn í viðkomandi ríki. Þannig að þetta eru 2 Nóbelsverðlaunahafar og svona. Þannig að við ættum kannski að velta því fyrir okkur af hverju er ekki meiri svona fjölbreytni leiki í afstöðu íslenska hagfræðinga.
Davíð heitir Oddsson var nú ekki hagfræðingur en hann spáði evrunni strax í upphafi bara dauða djöfli sko. Já. En það var náttúrulega á tímabili þá leit ekki vel út með hérna er Laufey komin sem ég held að þú að taka upp þáttinn. Já, ég svo fjölhæg sko. Já. Pétur frammi. Ég strætó misti niður ferð, þannig að ég bara ætlaði að vera komin hérna í upphafi kynningar þannig að ég beið í korter eftir strætó sem á að vera 10 mínútna fresti. Við vorum að keyra vestur í Stykkishólm í gærkvöldi bræðurnir og það eru svo mikla vegaframkvæmdir. Já. Og við lentum eftir veghefli sem keyrði á 7 km hraða. Það var sko með sköfuna niðri og það var engilega að fara fram úr honum. Já. Og hann bara var að hlusta á djúran bara að dunda sér. En þetta fólk búið að biðja það sem gert við vegi á Vesturlandi. Jú, við vissum það alveg, voru bara ánað með það. Þeir ætti að gera það í Dölunum, það er ekkert svo langt sem ég fór í gegnum dalina, það var alveg hryllilegir vegir. Alveg hryllilegir. Það var og það er náttúrulega fyrst og fremst út af laxinum. Það verður að flytja þungaflutningar hann linnulaust. Herðu, hvernig leist þér á að borgin ætlar að hækka mat hjá gamla fólkinu 70%? Þetta er alveg bara, ég eiginlega bara á ekki til orð. Þetta er bara fáránleg hugmynd. Hvar á fólk á eftirlaunum að finna peninga? Það er náttúrulega eru þetta dýpstu vasarnir í Reykjavík? Það er náttúrulega hluti af eftirlaunafólki sem hefur það bara mjög gott. Já, það er væntanlega ekki fólki sem nýtir þessa þjónustu. Það er líklega ekki fólki sem er á Vitatorgi sko. Nei. Þannig að ég sá eitthvað verið að segja það að þetta væri sko grái herinn væri með bestu peningana. En það er einhver misskilningur á því hvernig samsetningin er sko. Það voru gerða kannanir hérna fyrir ekkert svo löngu síðan. Held fyrir svona kannski 5 árum. Að þá var það sko 30% eftirlaunafólks ávallandi hnífs og skeiðar sko. Er bara langt fyrir neðan öll fátækrafar. Og það er að gera spark í það fólk? Já, það er það sem að sparka strax. Þau voru sjálfstæðisflokkurinn var með þá strax. Það er bara að sparka strax í gamla fólkið. Þetta er ekki láta það bíða neitt sko. Svo bara hvern sparkaðir í næst. Já, neitt. Við bíðum spennt. Fólk skal vara sig sko. Mér finnst skrítið að sé ekki meiri viðbröðu þessari frétt. Já, ég sá þetta bara hjá Sönnu í gær sem að postaði þessu. Þið vorum að tala um ASI til dæmis. Mér finnst þetta það sem er svolítið galli við ASI og BSRB og verkefnishreyfinguna. Þegar þú orðin eftirlaunamaður, þá er það bara að sparka á félaginu. Og þú getur haft einhverja svona auka aðild til þessi svona gamlir vaffer yngar sem að hittast eitthvað svona í félagsvist eða eitthvað. Ég veit ekki, en það er allavega að þeir hafa ekki atkvæðarétt og ekki sömu aðkomu að félaginu. Og þar alveg er gamla fólki svolítið skilið eftir án svona samtaka, því að samtök gamla fólksins, félagi eldri borgara, hálfuleiti eru þetta byggingafélög sem eru að byggja fyrir aldrað og hálfuleiti er þetta berjast fyrir því að verði ekki skerðingar á tryggingum, almannatryggingum, hjá þeim sem hafa mikið lífeyri út úr lífeyrissjóðum sem vilja allra best setta fólkið. Þessi 30% sem eigi getið hnífst og skeiðar, grái hefur hann aldrei verið sko talsmaður þeirra. Þetta verður fyrst og snúist eignarétt og eignarétt á stuðningi almannatrygginga. Eins og allt okkar kerfið snýst eignarétt eiginlega. Ég finnst það eins og ASI og BSRB mættu alveg rísa upp því að þau kvarta yfir því að þau verður að hækka. Helgi heitinn Pétursson sko, sem var formaður Landssambandsins. Ég talaði mikið við Helga sko, hann var þeim meginn sem þú ert að segja vekkiveri sko. En hann bara, þetta er svo ofboðslega stórt og þungt að eiga við þetta. Og hann og Viðar Eggertsson tveir á skrifstofu sko Landssambandsins. Það bara er ekki, það þarf meira, það þarf meira sko. Það er svona þetta í verkefnishreyfingin að... Já, svo náðu leyndar sko hægri menn, náðu félagi eldri borgarar Reykjavík. Þeir halda því svolítið í bara lægstum klóm. Og eru með áhersluna á skerðingar. Já. Að ég fæ 600.000 krónur út úr lífeyrissjóðnum mínum og ég vil þá fá sama frá almannatryggingu og þú færð sem að færði bara 25 krónur út úr þínu lífeyrissjóði.
þetta er náttúrulega krafa sem eiginlega ekki hægt að taka mark á, sko. Nei, þetta er, þú veist, þetta er, af því ég þekki þetta aðeins, sko, ég mitt að hafa lent í svona kerfi þar sem ég þarf að þykja einhverjar bætur. Já. Þá er eiginlega sko verra en ekkert að fá eitthvað út í lífeyrissjóðnum vegna þess að það skerðist á móti. En þá er ég náttúrulega að tala sem manneska sem á ekki neitt, sko, og er bara á einhverjum strípuðum ég minnir þetta í gerst þegar ég fór á sjúkradagpeninga eða eitthvað svo leiðis. En þá var þetta bara, þú veist, eiginlega verri en ekkert að fá út í lífeyrissjóðnum, sko. Sumir hafa átt að segja þessu, ég held að þú getur byrjað að taka út eftirlaun út úr lífeyrissjóðnum bara þegar þú ert orðin 60 eða eitthvað. Og margir peningamenn segja við fólk, þú ert bara að byrja að taka lífeyrin út úr lífeyrissjóðnum strax, legða hann bara inn á bók, því að þegar það út orðin 67 ára þá skerðir lífeyrisgreiðslurnar þar sem þú ferð út úr almannatryggingum. Þannig að það er þá sniður að vera búin að tappa af í 7 ár án þess að verði þessi sko skerðing. En hins vegar þá er skattstígin þannig að þá fær bara meiri hluti í skatt líklega. Ég með að fólk að bregða það þegar við erum að tala um þetta. Fólk að bregða það þessu með alls konar hætti, sko. Sumir geta ekki, sko. Sumir eigi ekki til að setja til hliðar, sko. Og það er það fólk sem við að horfa á fyrst og síðast. Já, það er sem ég var að segja. Það er aðalfókusin ætti að vera það. Það er fólki sem tapar alltaf, sem fær alltaf Það er fólki sem ára að fá 70% hækkun á maður. Og fyrst sparkaði, og 70% hækkun, það er ekki eins og væri eitthvað verið að breyta en... Einmitt, menna ég held að maður hefði fett fingur út í sko 10% hækkun, en þú veist 70% er náttúrulega bara klikkun. En sjáu þið... Þetta verður bara tilbaka, eða ekki? Sjáu þið þingmenn Sjálfstæðisflokksins stíga fram og vera að kvarta yfir gjaldskrárhækkunum? Nei. Er ekki samfélag okkar að verða svona, fólk bara talar inn í sitt lið? Það er alltaf að finna einhvern, sko, var ekki alltaf einn og einn í Sjálfstæðisflokknum sem hefði kannski haft kjark til þess að fara aðeins á móti flokknum í borginni og... Ég veit ekki. Það hefði alltaf verið bara einhver hjörð. Pétur Heitin Hafstein eða hann gerð þannig? Pétur Blöndal. Já, Blöndal. Hefði hann gert það? Ég veit ekki. Hann var nú svolítið samt að segja öryrkjum að hætta að borða pítsur eða eitthvað. Hvað var það aftur sem að... Var það ekki hans Hann hafði trú á því að öryrkjubætur leitið til þess að fólk sækjast í það fyrir öryrkjur. Já. Það var svolítið að því. Já. Hann hafði mikla trú á peningum. Þetta er leiðindi. Og stýrivextinni líka. Þetta er allt leiðindi. Hann borgaði syni sínum Íslandi leiðinlegt í dag. Fyrir að taka til og klára matir sín og svona. Herðu, en það sem við ætlum að hafa í þættinum í kvöld, hann ætlar að enda þáttinn, Björn Þorláks, með að tala við Pál Ásgeir Ásgeirsson, sem er alltaf skemmtilegur viðmælandi og ég held ég farið bara út og suður, sko. Ég get ekkert endursett hvað þeir ætla að tala um. Þeir ætla að tala um sólmyrkva og þeir ætla að tala um Evrópukosningarnar og þeir ætla að tala um fjallægvind og gangiðum bara vel að ná utan um þetta í einu spjalli. Pál Ásgeir og Björn er þetta því. Ég tók þetta viðtal upp og þetta er mjög skemmtilegt, ég mæli með því, sko. Og Björn ætlar líka að tala við Árna Guðmundsson sem er eiginlega fastur þáttur orðið, áfengisvarnarfulltrúi, eða forvarnarfulltrúi held ég að segja það. Og þeir ætla að ræða um svona ástandi í vímuefnamálum og ég ætla ekki að tala um netsöluna áfengi. Það var nú verið að ákæra eitt. Já. Ég var ákærður sem ritstjóri Mannlífs. Varstu í sprútsölu? Það var rauðvin í sósu í uppskrift í blaðinu. Ég var dæmdur. Svaka maður. Þeir ætla að ræða þá sem verið að selja áfengi. Já, þetta er náttúrulega orðið svolítið á grári línu. Sko. Þetta er ekki tækt svona. Þetta verður eitthvað skipulag í þessu. Þetta er ekki tækt að hafa þetta bara einhvern veginn. Einmitt. Og hver sem er geti einhvern veginn. Þetta er bara, þetta er ekkert venjulega söluvara og umgengist þannig að sem slíka. Maður fær mjög mikið af auglýsingum frá Smáríkinu. Því ég er búin aðeins að vera að horfa á YouTube, svona podcast á YouTube. Þeir auglýstu líka í HM. Já, einmitt. Það var alltaf komið... Í hverju þessu? Já, HM, á linnunni svo auglýsingar. Ættu allir vera fullur að horfa á fótboltan. Herðu, síðan ætla Björn líka að tala um Ingibjörgu Ottesen sem hefur komið inn áður. Ég held að hún kynni sér svona bara manneskut í bæ. Margir hafa séð hann á Facebook. Hún er svona svolítið stórirt og tekur mikið þátt í spjallinu þar og þau ætla að spjalla um Evrópumál og eitthvað fleira. Það verður óbílega fjör. Þú ætlar að tala um vinga eða refi? Refi, já bæði, einkum refi.
Það tilefnið náttúrulega sko minnka flóttinn hérna í Mosfellsdal. Já, sleppingin. Já, og hvað yrði þessi dýr og slíks. En svo bara málið það að refinir eru mikið skemmtilegar umræðinni. Þeir eru búin að vera inn 12.000 ár. Þeir tók á móti sko Ingólfi þegar hann kom. Já, þeir eru upphaflega Íslendingurinn. Já. Þeir komum bara ísöld hinn í síðustu sko. Já. Og þeir og neytir svona fyrri kynslóðir refa tók á móti Ingólfi. Já. Ekki þeir sem voru núna. Já, sko maður, refur, bara, eins og segjum bara. En það Ester Rut Unnsteinsdóttir sem vinnur á Náttúrufræðistofnun og er líffræðingur. Hún hefur fylgst með þessu stofnum í langa tíma og það kemur ýmislegt þarna fram og til dæmis sko og líka fuglar sem eru líka svona sko villtir í náttúrunni og þarna eru til dæmis hrææturnar, það éta hræin til dæmis og þau sé ekki fyrir hund og mannafótum sko. Þetta svona hvernig þessi dýr vinna með í náttúrunni. Mér finnst það mjög forvitnilegt að hlusta á þetta. Refinir tengjast Evrópumálum vegna þess að í Evrópusambandinu það má ekki útrýma heimskautarefnum. Þannig að refaskipturnar myndu missa vinnuna. Sko við erum að tala sko yfir 200 milljónir ári sem fara í að bana þessum dýrum en það á ekki að útrýma þeim sko. Nei. Hún á ekki það er svo merkilegt sko. Þegar 2007 þegar efnahagur Íslands féll þá fækkaði sko í stofni refa líka. En þeir hafa náðu sér uppalveg eins og Íslands stefnarslið það til í dag nei, þetta bara kunnáttumanneskja sem að svarar spurningum svona einfalds blaðamans. Kemur margt skemmtilegt fram í þessu. Ég hef verið að tala svolítið og fræðandi fyrir ekki. Ég hef verið svolítið að tala Evrópusambandið undanfarið og það er svona var verið að tala við svona fólk sem já megin og nei megin og það er svona situr eiginlega eftir svona hugmynd að þú getur komið með einhvern veginn útskýringu á öryggisstöðu Íslands og sagt að þess vegna eigum við að segja já. Svo getur hún komið með nákvæmlega sömu ræðu og þess vegna eigum við að segja nei og svo átta við efnahagsmálin og allt saman. Þannig ég ætla að fá hjálp hann Bjarki Þóru Grönfeldt, hann er stjórnmálasálfræðingur og ég ætla að spyrja hann eftir hvað veldur því að fólk segi já eða nei því að ég er alveg komin inn á það að það er ekki hægt að reikna það einhvern veginn á hverju við græðum eða eitthvað því að fólk er eiginlega með nákvæmlega sömu skilgreiningarnar á ástandinu og svo kemur alltaf ólík niðurstaða. Þess vegna við að segja já og þessu bara alveg sömu dæmi. Þetta er nefnilega mjög áhugavert. Og þannig að ég er farin að hugsa sko, kannski er þetta bara ættum við að fara að horfa á þessa kosningu sem eins og svona menningastríð. Þetta er bara hvers konar anda eða blæ eða viltu hafa í samfélaginu sko. Í hvaða liði ertu sko. Og það líka, munið ekki þegar könnunin kom skiptingu milli fylgjenda flokkana, hún var eiginlega ótrúleg sko. Að þeir sem stýða ríkisstjórnarflokkana, 85% segja já, 15% nei. Þeir sem stýða stjórnarandstöðuflokkana, 85% segja nei, 15% já. Og þá hugsaðum við að þetta getur ekki verið sko. Það getur ekki verið að sjálfstæðis kjósendur skiptist svona. Jú. Akkur það efast það? Jú, þeir taka það ákvörðuna út frá einhverju öðru heldur en svona fara bara hægri menn í Evrópu svo er það svo líka í Noregi, þeir eru ekki allir á nei-vagninum. Nei, er það já-vagninum, ekki meira. Þannig að kjósendur Sjálfstæðisflokksins ákveða að segja nei af einhverjum öðrum forsendum heldur en það sem maður myndi líta á sem klassíska hægristefnu. Það er út af einhverju öðru. Kannski er það þjóðin. Segjum það, ef við segjum nei og málið verður bara dautt og svo eftir ár koma normenn. Já, það er bara að breyta forsendur, þá er málið tekið upp aftur. Já. Ef normenn sækja að þá bara líklega verður niðurstaða svo að EES verður lagt niður og þá býst ég við að koma ykkur umræð á Íslandi hvort við að fara inn eða sett ykkur bara við það að vera fyrir utan. Ég held að. Og það er því svona álíka áfall fyrir Ísland eins og Brexit fyrir Englendinga að fara út úr Evrópska efnahagssvæðinu. Já, þess að
geta nokkuð það ráðið hvað tekur við. En fyrst, ég held að verið fyrst komið stjórnarsáttmálann, að þá kom þetta til umræðu í Noregi og forsætisráðherra var mjög skýr að nei, við viljum aldrei taka þetta mál upp aftur. Við erum búin að taka þetta 2 tvisvar og það var mikil úlfúð í samfélaginu og þetta erfiðu tími og við viljum aldrei gera þetta, sagði hann. Svo var einhver þingnefnd sem fór að skoða þetta og komst þeirri niðurstöðu að Norðmenn hefði ekki hagað þessu. En leið og Íslendingar datt inn í stjórnarsáttmála, þá kom þetta til umræðu í Noregi. En staðan þar ennþá þannig að það mikil meirihluti sem vill það ekki. En hins vegar... Ennþá segir þetta? Já, vegna þess að vanalega hefur þetta verið bara svona 25% sem vilja fara í Evrópusambandið. Nú þetta slá upp í 40%. Og það ekki út af Íslandi, sko. Það út af bara öryggismálum í Evrópu. Við erum bara... skiptir ykkur máli þessu, þegar Norðmenn eru það stór og miklir, það svo margfalt fleiri við og blöður og allt saman. Þannig að það er elda okkur ekkert. Og ég held að þá... Nema við segjum já og förum inn, þá kannski er sér dött, kannski? Ég veit ekki, þá kannski... Nei, ég veit ekki. Verður meiri áhuga á Evrópusambandinu. Mér finnst það að vera þegar maður að sjá hvernig fjallaðum þetta erlendist, þá var alltaf fjallaðum þetta út frá svona öryggissjónarmiðum. Það sé gott fyrir Evrópusambandið að hafa Ísland út af breyttri stöðu og út af Trump og út af Putin og út af Kína og eitthvað svoleiðis. Og þá tegir þetta yfir í NATO líka, eins og nú er eitthvað NATO-fundir hérna milljarðarbyggingu og æfingar. Til eitthvað skengu við frá Keflavík fyrir tíma. Herðu, þetta er sem sagt prógramið í kvöld og svo verðum við hérna aftur á morgun og verðum með mikla dagskrá hérna, mikla umræðu. Við erum að reyna að draga umræðu hérna í gegnum samstöðuna. Fólk hefur verið að hafa samband við mig og hæla okkur fyrir það. Þetta sé að þessu umræðin Evrópumálið sé svona á rólegri nótum hjá okkur heldur en víða annars þar. Sem er gott mál. Sem bara þægilega að hlusta á því. Ég held að flestum leiðist að hlusta á svona gagg. Þetta er alveg hundleiðilegt og líka alltaf sama gaggið, sko. Já, sem er kannski ekki rétt hjá okkur vegna þess að ég held að í Morfís sem er bara hreint gagg, þeir fylla háskólabíó og vel það og ég held að fólk horfi á þetta á netinu þessu. Já, einmitt. Er þetta ekki svolítið eins og það sem ég kalla svona reiðibeitur, þú veist, að fólk vill láta stuða sig. Ég held að þetta sé svolítið þannig, sko. Já. Við ætlum að halda umræðinu áfram en áður en við hlaupum auglýsingum að þá ætlum við að minna á að það sem heldur okkur gangandi er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur og það hefur verið svolítið svona sveifla undanfarna daga, margir að gerast áskrifendur og það hefur verið mjög ánægð með það. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðunni gangandi og hún mun ekki ganga nema að stórir hópar fólks leggja okkur lið. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð okkur fyrir grunnáskriftinni sem er 2750. Þú mátt bara koma mér vilt og því sem við kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðuna. Við ætlum að hafa hérna stuttar auglýsingar og svo fyrir við held ég að tala Evrópusambandið. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar
að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is